og við getum bara rennt aðeins yfir þetta allt saman. Þegar transistorinn sé rofi, þá bara settum við nóg rafmagn inn á beisin á honum, segjum að hérna eigi að vera bara 100 milliampere, og ef að magnar, þetta er HFE, ef að magnar 100 sinnum, þá þurfum við 1 milliampere hérna inn á, svo að ná þessum 100 milliampere, því að hann magnar 100 sinnum, þessi straumur hér, sinnum HFE-talan straumurinn hér niður, og þá vorum við að reikna þetta viðnám hér, hvað það þarf að vera stórt, þetta viðnám hérna, hér sem hins vegar 12 volt hérna, og þá eru hér á milli alltaf 0,7 volt, og þá er spennan hér yfir 11,3 volt. Af því að 0,7 volt plus 11,3 eru þá 12 volt, og þá veistu strauminn hér, 1 milliampere, þannig að viðnámi hér, þetta er R1, er það bara U deilt með I, er það bara 11,3 volt, deilt með 0,001 ampere, og fær út úr þessu eitthvað tölu. 71.100 og eitthvað, já, eitthvað fóliðis, veit það ekki. Þannig að þetta er þegar við höfum að svona rofa, og svo í praxís, þá viljum við fá 2 milliampere hérna. Við viljum setja tvöfalt meira en við þurfum, svo hann leiði alveg í botni, og þá er spennan yfir hann lægri, eða svo lág, sem kannski bara 0,2 volt eitthvað svoleiðis, og þá hittir hann miklu minna. Þannig að hér er hann bara sem rofi, hann þarf bara að vera on eða off. Þetta eru þau verkefni sem þið áttu að gera á inninu og skila inn. Síðan tókum við 2 dæmi sem ég kalla dæmi 18, af því að það er dæmi 18 í kafla 9 í rafbókinni, og það er þá bara rafbókin hérna, rafbók.is, og svo viljið þið hérna rafeindatækni og mælingar, eitthvað fyrir leiðis heitir þetta, og gerið hérna, finnið hérna RATIM A, kafli 9, dæmi 18. Og þá erum við með dæmi sem er svona transistor hérna. Ég man ekki gildin, ég ætla bara að fara í hvernig þetta er gert. Þetta er svona dæmi hérna með 4 svona viðnámum, og það er ákveðið kerfi í nafnagiftinni. Þetta heitir alltaf R1, þetta heitir alltaf R2, þetta heitir RC fyrir R-kollektor, hér er kollektor, þetta er RE fyrir emitter, hér er emitter, og hér er beisin, og þessi viðnámum þau eru öll sem er gefin upp. Segjum bara hér er 22K, og hér er 2K, og hér er segjum bara 700 ohm, og hér er bara segjum bara 1,5 kilo ohm. Eitthvað einn svona. Við byrjum á því að þessi rás hér, hún er opin bara í okkar huga, og við spyrjum hvaða spenna er hér yfir. Og við finnum bara strauminn hér niður, það er að segja númer 1 hérna, finna straum í R1, R2, og þá er það bara 24K, 22 plus 2, 24K, deilt með, sem er bara plus 15 volt þetta, deilt með 15 volt, og þá fáum við hérna einhver straum, einhver pínlítinn straum, segjum kannski bara 0,18 milliampere eitthvað fóliðis, bara þetta ekki. Og við kannski bara næja reiknið vel, það hefur bara gert það. Sjálfum það vel. Sko, 24.000 deilt með 15, nei, öfugsturríkaðu, 15 deilt með 24.000, já þetta snýr vitlaust.
sorry, sjá, 15 volt hérna, deilt með 24.000 ohm, jafnt og 15 deilt með 24.000 ohm. Þetta eru 0,000625 ampere, þess að 0,625 milliampere. Straumurinn hér niður er 0,625 milliampere. Þannig að spenna hér yfir UR2 er þá jafnt og hérna, það er að segja þýtingurinn ástu U hérna í sinnum R. Við ætlum að finna hérna spennuna hérna, það er straumsinnum R og það er bara 0,000625 ampere sinnum 2000 ohm. Eða straumurinn hér niður, sinnum hérna viðnámið, hér straumurinn. Og þetta þá sinnum að sjá, sinnum 2000, 1,25 volt, 1,25 volt. Og finna straum hérna, nummer 2, finna spennu yfir, og sjá, spennu yfir R2 sem er jafnt og U-base, spenna base. Og það er þá 1,25 volt. Svona og svona. Þannig að spennan á beisnu hérna, nú tengjum við þetta hérna, og hér eru 1,25 volt. Af því að hér yfir, hérna yfir, er 1,25 volt. Svona. Og hér á milli eru 0,7 volt. Þannig að spenna hérna yfir er 1,25 mínus 0,7. Mínus 0,7. 0,55 volt eru hér, hérna. Það er að segja 3 hérna, þetta bláðsins betur. 3 spenna yfir einmitt til að vinna, yfir RE. Og það er 1,25 volt, 1,7. 0,55 volt. Það er hér yfir, 0,55 volt. Ok? Og það finnum við strauminn hér í. Því þú veist að þetta er 700 ohm, ég held að ég sem hafa bara 680, myndi að það verið það í dæminu, 680 ohm, hvernig er svona. Og þannig að 4 finna IRE straum, strauminn í gegnum RE viðnámið. Og það er þá bara jafnt og 0,55 volt deilt með 680 ohm. Nú fá ykkur straum hérna, deilt með 680, 0,000, þetta er 0,8 milliampere, 0,8 milliampere, straumurinn hér niður, hérna, og það var það líka hér. Hérna eru 0,8 milliampere og líka hérna, 0,8 milliampere. Það er sami straumur hér niður, gegnum transistorinn og hér niður. Þessi lína hérna er öll eins. Og þá er þetta spennuna hérna yfir RC-viðnámið. Hérna 5 URC og það er bara 1,5K, 1500 ohm sinnum 0,0008 ampere, eða þetta hérna, og hérna fá einhverja spennu sinnum 1500, 1,2 volt jafnt á 1,21 volt. Svona. Þannig að spenna hér er 1,25 volt. Nei, 21 volt. Hérna. Og það vitið þið spenna hérna, 0,55, og spenna hér yfir er þá bara þessi spenna, 0,55, pluss þessi sem er óþekkt, pluss þessi er 15 volt. Þannig að hérna er bara 15 volt
mínus 1,21 mínus 0,55 jafnt og einhver tala og það spennan hér yfir. Það dæmið að finna hana. 15 mínus 1,21 mínus 0,55 13,2 volt cirka. Þannig að þetta leikplanið hérna 1, 2, 3, 4, 5 til að reikna dæmi eins og dæmi 18 eru. Í verkefninu hótt að stila fyrir mánudaginn svona dæmi með öðrum tölum, ykkur öðrum viðnámum hérna og öðrum viðnámum. Þetta sama aðferðin. Byrja að finna strömmin með spennudeilin hérna, spennuna hér yfir, sama hér, mínus 0,7 volt, spennan hér, finnur strömmin hér, hann svo sama hér, finnur spennuna hér og þá veistu spennuna hérna og hérna og getur fundið spennuna hér yfir. Þú með þetta? Bergur? Var þetta ekki flott hjá okkur? Ég svo. Þetta líka fram og aftur tekið þetta á YouTube-unu út allt. Hina aðferðin, þetta bara rennir við hana líka. Það þessi 10-11 aðferð og það alveg eins teikning og núna, alveg eins dæmi og þetta miklu praktískari aðferð sem að þessi 10-11. Þá sem sagt, þá byrjum við að finna base-strauminn og svo höfum við hann 11 sinnum niður R1 og 10 sinnum niður R2. Og ég ætla bara að útskýra þetta aðeins fyrir þér, ég man ekki þess að tölu þannig ég setja ekki alveg allt upp í einhverjum dæmum. En það er bara svona hérna. Hér er R1, hér er R2, RC og RE. Hér er gefið upp í dæminu að hér sé 1 volt til dæmis og hérna séu kannski segjum bara 5,5 volt og hérna 5,5 volt. Þetta eru þá 11, þá eru 12 volt hér samanlagt hérna, 12 volt DC. Þessi spenna pluss þessi. Og hér er gefið upp, segjum bara hérna séu bara, sem dæmi bara 40 milliampere. Og segjum að hérna, já, sko, þetta snýst það hérna, þetta dæmi hérna, að sko, segjum að transistorinn, segjum að hann þoli hérna 10 milliampere, svona við 12 voltuna, og við ætlum við í miðju getur sem við kallar Q, og það myndum við vera hérna með 5 milliampere hér. Þannig að segja að það getur við farið upp í 10 eða niður í 0, þá erum við í miðju og hann ræður bara við 10 milliampere max, bara hámarkið. Þannig að hérna væri þá 5 milliampere hérna. Og þá spyrjum við okkur hvað þessi viðnám hér stór, svo við séum hér í miðjunni með 5 milliampere hérna niður. Og ég ætla bara að gera þetta bláa er það sem er gefið upp. Og svo er gefið upp mögnunina sem bara HFE, sem sé bara 8-10, bara sem dæmi. Og ef að hérna eru 5 milliampere, hérna, ef hér eru 5 milliampere, þá er þetta að finna straumininn í beisin. Og hann er 8-10 sinnum minni en þetta. Þannig að IB, sem er í beis hérna, bara IB, er það jafnt og 0,0005 ampere, eða 8 milliampere ekki máli, deilt með 8-10. Þetta er einhver örlítill straumur, 0,0005 deilt með 8-10. Þetta er 0,0000625, þetta er ömurleg tala, 0,0000065, nei, þetta er 75, þetta er 75 ampere. Þetta eru sem sagt 6,25 mikroampere. Hér er milli, það svæði hérna, þetta er mikró. Þannig að hérna eru 6,25 mikroampere hérna. Mikroampere. Og hérna straumurinn hér niður, hann er sinnum 11 sinnum IB. Það er að 11 sinnum hér niður og hérna er hann
10 sinnum í B. Þannig að, og við vitum að hér 1 volt, hér milli 0,7 volt, þannig að spenna hér 1,7 volt. Þannig að spenna hér yfir 1,7 volt og hérna yfir hún þá 10,3 eða ekki. Þessi spenna pluss þessi 12 volt. Og þá getum við fundið stærðina á R1 og R2. R1 hérna þá jafnt og 10,3 volt deilt með 11 sinnum hérna 0,000,00625 svona, hérna fara út bara eitthvað við nám og R2 þá jafnt og 1,7 volt deilt með hérna 10 sinnum sami straumur 0,00625 ampere svona fara eitthvað við nám hérna. Þannig að þessi 2 viðnám finnur þú svona út með því að hafa 11 sinnum straumin hérna og 10 sinnum hér. Til að finna viðnám með 2 hér, það bara auðvelt. Þú ert með spennuna hérna, 5,5 volt og 5 milliampere, þannig að það þarf ekkert að spá inn til þetta. Þetta bara RC bara jafnt og 5,5 volt, deilt með 5 milliampere, 0,005 og RE alveg eins. RE, það bara gefið upp 1 volt hérna og það þá 1 volt, deilt með sama straum, 0,005 og fara út þessu viðnám hérna. Það sem markmið að finna út, reikna út öll þessu hérna viðnám, þessu 4. Þetta byrjað á RC og RE og þetta komið hálfan fyrir dæmið. Það bara þetta hér, bom, það allt gefið upp, spennan og straumurinn. Og svo þetta bara að fara hérna yfir, í þessar flækjustig hérna, til að finna R1 og R2. Þetta þetta sem kallaði 10-11 dæmi.